Það fyrsta sem við þurfum að hugsa þessi einfalda spurning hvað eiginlega algebra og til þess að skilja það þá veltum við bara fyrst fyrir okkur hvað eru reikningar. Við viljum gera eitthvað eins og 1 + 1 og við vitum að svarið er 2. Það er einfallega bara útkoman þegar við leggjum þessar 2 tölur saman. Algebra er í rauninni bara ekkert annað en að leyfa bókstöfum að virka á nákvæmlega sama hátt. Ef ég er með x + x, þá veit ég að útkoman er 2x. Það þýðir bara einfallega eitthvað mjög svipað með tölunum. Við getum reynt að stækka þessa hugmynd með því að taka fleiri dæmi og bera saman tölur og bókstafi. Ef ég skrifa til dæmis 5 deilt með 2 plus 5 deilt með 2, þá vitum við að það er hægt að reikna sem 10 deilt með 2 og 10 deilt með 2 er 5. Ef ég myndi halda áfram og prófa aftur, hvað er 7 deilt með 2 plus 7 deilt með 2? Það er 14 deilt með 2, sem er 7. Við getum haldið áfram í allan dag, en okkur grunar kannski að hérna sé einhver regla. Hér er 5, hér er 5, hér er 5, hér er 5, hér er 7, hér er 7, hér er 7. Og ef maður hugsar það í smá stund, þá meikar alveg sens að ef maður leggur helminginn af tölu við sjálfa sig, þá fáum maður einfallega töluna sjálfa út. Ef við viljum nota algebru, þá myndum við reyna að setja einhverja svona hugmynd fram með því að nota óþekktar stærðir. Þannig að við erum að ímynda okkur, það skiptir engu máli hvort þetta er 5 eða 7 og við getum tjáð þá hugmynd með því að nota x. Ef við skrifa x deilt með 2 plus x deilt með 2, bara einhver tala og helmingurinn af henni plus sama tala og helmingurinn af henni. Við getum sett það líka á eitt strik á nákvæmlega sama hátt og áðan með því að segja x + x og við vitum að það er 2x. Og hér getum við líka vitað að tvistur upp og niðri þýðir bara að hann styttist út. Það er bara 2 deilt með 2 er 1, þannig að útkoman er x. Þannig að hérna erum við í rauninni komið með sömu niðurstöðu áðan. Talan sem var hérna upp á strikinu er komin hingað aftur. Og þetta staðfestir einhvern veginn hugmyndin okkar, og við getum kallað þetta reglu. En hitt voru kannski bara útreikningar. Þannig að algebran getur gefið okkur einhverju svona niðurstöðu sem við getum kannski notað áfram til að gera lífið einhvern veginn einfaldara. Þetta er bara svona allra fyrsta hugmyndin hvað við þurfum að skilja. Það má síðan segja að stærstu 2 hlutirnir sem við gerum í algebru er að einfalda hluti og þá notum við þetta skrítna orðið sem kallast stærðtákn. Stærðtákn er bara skrítið hugtak til þess að lýsa í rauninni bara hverju sem stendur eitt og sér sem algebra eða reikningar. Þetta er til dæmis stærðtákn. Og hvað eigum við að gera við það? Það fer bara eftir því hver fyrirmælin eru. Ef það stendur einfaldaðu þetta eða reiknaðu, þá myndum við reyna að gera það með venjulegum reikniaðgerðum og ég ætla þá bara að nota hérna sama sem eða jafnaðarmerki til að segja það sem ég ætla að gera núna fyrir aftan er bara jafngilt því sem stendur fyrir framan. Og mér langar til að reikna 2 í öðru og ég veit að það er 4. Svo horfi ég á þessar tölur og mér finnst auðvelt að sjá að útkoman er 4 af því að 1 mínus 4 er mínus 3 og mínus 3 plus 7 er 4. Þannig að hérna var ég að einfalda eitthvað og niðurstaðan byggist á því að það sem ég sá hér hefur nákvæmlega þessa hérna útkomu. Og okkur finnst þetta að vera einfaldar en þetta, þannig að ég var að vinna með þetta stærðtákn og fékk þetta svar. Þetta var kannski ekki algebra, af því að hérna eru engir bókstafir, en við getum alveg eins haft algebru. Hér er svipuð hugmynd en ekki nákvæmlega svo sama, sett fram með bókstöfum. Og ég ætla að einfalda þetta líka og ég ætla að reikna eitthvað af því að mér finnst hægt að gera þetta einfaldara. Og ég veit eins og áðan að 2 í öðru er 4, þannig að ég skrifa hérna x mínus 4 plus 2x. Og eins og kemur kannski betur í ljós í þessu námskeiði, þá getum við núna hugsað 2x og x sem eina heild og það er þá 3x. Og svo fylgir þessi mínus 4 bara einfaldlega með. 3x mínus 4
er þá einfaldari leið til að hugsa þetta hér. Þannig að aftur var ég að einfalda stærðtákn. Þetta er líka stærðtákn, hálfur pluss hálfur er 1 og á svipaðan hátt 1/3 pluss 2/3 er 3/3 sem er líka 1. Nú er ég að einfalda. Hérna er stærðtákn, 2 sinnum 3 sinnum 4. Það eru margar leiðir til að reikna það eða einfalda. Til dæmis veit ég að 2 sinnum 3 er 6. Þannig að við getum sagt að þetta sé jafngilt 6 sinnum 4 og við vitum að það er 24. Ég hefði líka getað margfaldað 3 og 4, það er 12 og 12 sinnum 2 er líka 24. Í algebru getum við notað svipaða hugmynd og þegar við höfum einhverja svona marga bókstafi og tölur jafnvel með, þá þurfum við að reyna að athuga hvort við getum einhvern veginn einfaldað. Og eitt af því sem kemur líka í ljós hérna er að við megum breyta röðinni og setja hluti saman í veldi. Í þessu tilviki finnst mér þægilegast að hafa töluna fremst. Síðan horfum við hérna á a, það er a í öðru og aftur a í öðru og við leyfum okkur að skrifa það sem a í fjórða. Síðan er x í þriðja og x í rauninni fyrsta og okkur finnst líka þægilegt að skrifa það sem x í fjórða. Þannig að aftur var ég að einfalda eitthvað. Ég tók eitthvað sem var fyrir framann og gerði það einhverju sem að mér finnst vera einfaldara. En stundum er ekkert augljóst hvað er einfaldara en annað. Og aftur erum við bara að vinna með einhverju stærðtákn. Það þarf ekki að standa x. Ef við erum með 2 hluti sem eru bara sami hluturinn tvisvar, þá finnst okkur kannski bara þægilega að skrifa tvisvar sinnum þann hlut. Og við lítum á það sem einfaldari útgáfa af hinnu. Við erum einhvern veginn búin að taka saman 2 hluti. Eitt sem að þið hafi líklega lært er að margfalda saman svega. Hvernig vitum við að gera það? Það er ekkert endilega augljóst. En ef það stendur í dæmi eða fyrirmælum, margfaldaðu saman svegana eða einfaldaðu eða eitthvað þannig, þá reynum við að gera það ef við kunnum einhverja reglu um það. Og í þessu tilviki myndum við fá eitthvað svona út, en þetta kemur betur í ljós síðar. Og okkur finnst þá í því tilviki einfaldara að skrifa x í öðru pluss x mínus 1. En stundum viljum við einmitt fara í hináttina og þátta í 2 svega. En hérna fer bara allt eftir hvernig fyrirmælin eru. Við getum þá haft dæmi sem er akkurat í hináttina. Hvernig vitum við að við eigum að gera eitthvað við þetta? Við vitum það ekki neitt, það fer eftir fyrirmælunum. Eða einhver segir við okkur þáttaðu eða þáttaðu upp í 2 svega eða eitthvað þannig, þá myndum við hugsa málið og koma þessu einhvern veginn svona upp. Og við lítum þá núna á þetta sem einfaldara af því að okkur hentar að koma þessu í 2 svega. En stundum viljum við mitt fara í hináttina, eins og við sögðum áðan. Nú, þetta er þá einn af mikilvægastu hlutunum sem við gerum. Það er þetta sem við köllum að einfalda hluti eða einfalda stærðtákn og það er mjög mikilvægt. Hinn stóri hluturinn sem við skoðum eru jöfnur og jöfnur eru í grunninn dálítið ólíkar þessum stærðtáknum á þann hátt að þær eru svolítið settar upp eins og einhvers konar þraut. Það er jafnaðarmerki í dæminu til að byrja með og fyrirmælin gætu verið einhvern veginn svona leystu jöfnuna. Og í staðinn fyrir að einfalda eitthvað, þá er í rauninni verkefni okkar að leysa þraut. Og þrautin er bara þessi, hvaða tala er það sem ég legg við 3 og fæ útkomuna 5. Og ef dæmið er þægilegt, þá getum við kannski bara skrifað svarið. Ég veit að útkoman er 2. Og það er x af því það er x í dæminu. Táknið sem við setjum hérna á milli getur eiginlega ekki verið jafnaðarmerki af því að þá er ekkert vit í því sem við erum að skrifa og við notum hérna tvíleiðingu, svokallaða, eins og kemur kannski betur fram í öðru myndbandi. En við gætum líka reynt að leysa dæmið með einhverjum formlegri hætti og við útskýrum þetta nánar síðar, þar sem við reynum að gera það sama báðum megin við jafnaðarmerkið og drögum kannski 3 frá til þess að flytja þristinn yfir. Og við fáum í rauninni sama svar. Þá stendur bara x eftir vinstra megin og 5 minus 3 er 2 og það myndi vera svarið. Á svipaðan hátt, ef við fáum aðeins stærra dæmi, 2x pluss 3 er 5, þetta er aftur þraut. Það búið að segja okkur útkomuna. Vinstri hliðin og hægri hliðin, jafnaðarmerki segir þetta á að vera sami hluturinn. Ef það er einhver tvöföld tala sem við leggum við 3 og fara út 5, hver er svo tala?
Og ef maður hugsar sig þá er kannski hægt að sjá svarið, en við getum reynt að nota svipaða hugmyndu áðan og flytja þristin yfir með því að draga hann frá báðum megin og þá einfaldast dæmið í eitthvað svona 2x jafnt og 2. Og þá getum við reynt að klára dæmið með því að deila með 2 báðum megin, en þetta verður betur útskýrt síðar og þá fáum við svarið 1. Og þetta þýðir bara x jafnt og 1 er eina mögulega svarið á upphaflegu þrautinni sem þýðir bara þetta er útkoman, þetta er lausnin. Dæmið geta verið stærri og með einhver svona brotum verða þau áfram flóknari og jafnvel með mörgum brotum þurfum við að vanda okkur mikið til að passa okkur að gera allt rétt. Hvernig við leysum dæmi svo þetta er þá eitt af því síðasta sem við gerum hérna og ég ætla ekki að fara að flækja máli með því, en aðalatrið að taka eftir að þessi dæmi og þessi öll hérna eru ólík þessum með stærðtaknunum á þann hátt að þetta eru jöfnur og við þurfum að finna hver er talan sem passar fyrir x og í venjulegum dæmi eins og þessu hér þá getum við ekki giskað á svari, við þurfum einhverja aðferð til að leysa það og það er eitt af meginatriðunum hér að fara nákvæmlega í það.